Þetta aðeins lítinn ádíómagnara sem í klassa A. Ef við tökum hliðstæðu vatnið, hér frá vatnskrani og þrýstingsmælir vatn Þegar kraninn að fullu opinn, þá renna út 10 lítrar á mínútu. Og þrýstingur þá eiginlega í 0. Það eins og sé búið sagarturinn sundur og vatnið bara flæði inn út. Svo setjum við kraninn í miðjuna, þá fáum við 5 lítra á mínútu inn út og þrýstingurinn fann í miðjunni. Og svo lokum við alveg fyrir kranann, ekkert vatn og þá verður hámarksþrýstingur á þennan mæli. Þrýstingurinn hér samsvarandi spennunni hér í þennan transistor. Þegar hann leiðir alveg hreint á fullu, þá lítið spennu yfir hann. Þegar hann í miðjunni, þá mælum við 5 volt yfir hann. Og þegar hann leiðir ekki neitt, það er svona sé ekki rásinni, þá mælum við fulla spennu hérna yfir. Þetta spenna hérna VAF-CE, spenna kolóttur-emmittir. Þegar hér eru 5 lítrar niður, þá getum við bæði aukið vatnsmagnið upp í 10 eða minnkað niður í 0. Það er að segja hann í miðjunni í sínum afkostum. Þegar transistorinn hér í miðjunni, þá förum við þetta graf hérna og við sjáum hér að hámarkið í gegnum transistor eru 200 mA, hér niður þar er hámarkið 100 mA sem er það sem viðgildið. Það þýðir að það er 1 mA inn í beisinn, 1 mA hér inn, 100 mA hér niður. Það er vinnupunkturinn Q eða vinnupunkturinn í honum í miðjunni og þá segir hann sé að magna í klassa A. Hann heitur magnað, hann heitur aukistrauminn frá 100 mA hér upp í 200 eða frá 100 mA undir í 0. Það er að segja, við kveikjum á tækjunum og þá fer hann bara að leiða beint helmingið af því sem hann getur. Það er klassi A. Síðan kemur eitthvað merki hérna inn og þá magnast það annarkvæmt upp eða niður. Það magnast í báðar áttir. Það er líka mögnun, það er að segja neikvæð mögnun niður eða upp. Það eru 2 mögnunarstig sem kölluð klassi B. Þá verðum við með 1 NPN transistor, 1 PNP yfirleitt í þessum dúr hér og þegar kemur jákvæð bylgja hér inn, þá leiðir transistorinn hér, þegar kemur neikvæð, þá leiðir hinn og það leiðir til skiptis. Þegar kemur engin bylgja hérna inn, þá leiðir ekki neitt. Þannig að þessi transistor, klassi B, dregur ekki rafmagn þegar að ekkert merki er. En klassi A dregur alltaf rafmagn, helmingi af því sem maður þarf, eða sem maður ræður við, þó sé ekkert merki inn. Hér kemur merkið inn á þétti hérna. Þessi þéttir er kallað kúplingsþéttir og það var líka náttúrulega svona rörbút með gúmmídúk í miðjunni og hér kemur svona sveifla á vatnið, þrýstingur og ekki þrýstingur. Dúkurinn fer inn og út og það kemur eins merki hérna hinum megin. En það fór ekkert vatn í gegnum dúkinn. Og það sama sem hér fer engin rafeind í gegn. Það er bara, það er að segja rafsviðið kúplast hérna yfir og við fáum þetta merki hér en þéttirinn rýfur DC-tenginguna hérna við. Þannig að transistor sem er í klassa A, við stillum forspennuna á base hér, þannig að sé vinnupunktum Q í miðjunni og hér séu 2 voltsvirkji yfir hann og hér kom 1 mA inn og 100 hér niður. Síðan setjum við inn svona eitthvað merki, það magnast 100-falt í honum í straum og fer upp og niður og það getur farið upp helming eða niður helming og það er klassi A. Þetta er bara svona. Já, þetta var það. Hér er rás með einum transistor sem magnar það. Nú er hátalarinn tengdur í innganginn á þessu korti. Það er að segja þessi vírar hér fara í heyrnatóls útganginn á tölvunni. Ádiómerkið hingað inn er bara ádiómerkið úr tölvunni hérna undir. Og þið rétt heyrið núna í þessum hátalara hérna. Það er engin mögnun. Nú erum við að hlusta á merkið sem kemur inn á borðið. Heyrið örlítið. Nú skulum við hérna tengja magnarann. Já, nú erum við búin að tengja hátalarann við transistorinn, þannig í kollektorinn á honum og nú heyrið þið mögnunina. Það heyrið mikið hærra. Þessi transistor hér er að magna merkið upp. Við sjáum skopið dottið af hérna. Svona. Þetta er merkið út, þetta er merkið inn. Og
þetta cirka spennumögnun í þessu stigi. Miklu spenna hér og miklu hærri spenna út. Þannig að magnar í klassa A sem leiðir alltaf svolítið straum, ef við drefum niður í merkjunum hérna inn, svona, þá sjáum þið að þessi transistor núna hann að leiða í kringum 1000 mikroampere, 1 milliampere. Spennan á base emitter er 0,62 volt. Þannig að hann að leiða, hann volgur og svo set ég bara merkið inn á hann, straumurinn er svipaður. Hann hendir þessu upp og niður, hann að breyta straumum gegnum hátalaraðan í báðar áttir. Sem sagt, hefðbundin magnari klassa A, 1 transistor, svínvirkar. Takk.